Núna ætla ég að skoða aðeins með ykkur dæmi 118. 118 ætlum við að skoða og í því dæmi að þá eigum við að kjósa okkur formann og við eigum að kjósa okkur varaformann. Og heildarfjöldi einstaklinga í þessum félagsskap eru 200, þannig ennið okkar er 200. Og þá er best að brjóta eða skipta þessu upp í tvennt. Og við byrjum á að spyrja okkur á hversu marga vegu getum við kosið okkur formann. Og það eru 200 einstaklingar í þessu félagsskap, þannig við hljótum að geta kosið okkur formann á 200 mismunandi vegu, er það ekki? Hver og einn hefur jafnt vægi. Þegar við erum hins vegar búin að kjósa formanninn, þá erum við ekki lengur með 200 manns. Heldur erum við með 299, af því við erum þegar búin að kjósa okkur formann og þá er bara 199 eftir. Og svo hugsið þetta þannig, á hversu marga vegu við getum kosið formann og varaformann. Og nú ætla ég ekki að hjálpa ykkur meira. En munið að orðið og skiptir miklu máli í þessu samhengi.